Ég myndi trúa að það sé svona súrsæt tilfinning einhvern veginn. Já, vægast sagt, eftir að hafa byrjaðan leik gjörsamlega ömurlega og verið bara einhvern veginn á eftir í öllu, vorum að reakta, vorum ekki að anticipata, já, bara missa þeir upp í sína eigin vitleysu, þeir ætla að vera aggressífir og þú veist, ég veit það ekki en hann fer með sólan upp í meðanmahæðið eða hvað sem hann gerir og þú veist, fyrir mér alltaf rautt spjald. Eftir það, mjög augljóslega náttúrulega, tökum við bara yfir og búum til margar góða stöður og þú veist, við vissum að það myndi vera þolinmóður, þá myndi boltinn detta inni, þú veist, með einhverju svona seinni boltaklafsi sem einmitt gerist. Og svo kemur moment þarna í þessum leik sem að náttúrulega bara, þú veist, já, þú veist, Elli er vinur minn og allt það, en þetta er bara púra hendi, púra víti og púra rautt. Og tvei menn færri og við með víti og jafn leikur, þá klárum við þetta alltaf. Þannig að, eins og ég segi, það var súrsæt tilfinning er bara nákvæmlega það sem ég líður akkurat núna, sko. Þú veist, frammistaðan bara, þú veist, eftir að það verður manni fleiri, þetta er bara, þið náðu að pinna og bara niður eiginlega allan leikinn. Já, og við fórum bara yfir gameplanið, við fórum hérna í hálfleik sem þetta kom hérna rétt fyrir hálfleik, þannig að við náðum aðeins að vera manni fleiri í lok fyrir hálfleiks. Og ég meina, þú veist, við vitum alveg að hversu mikil gæði er í K-liðinu og við ætluðum að ná þeim hátt, fara einn og einn út á köntunum og búa til einhver krossstöðu eða þá að kantar að fara inn og reyna að skjóta á þá. Árni er búinn að vera séki í markinu, þannig að við ætlum að nýta okkur þessi litla hluti, vera í einhverju reboundum. Og þetta var aldrei að fara að vera fallegt, við vissum það alveg og bara óheppnir að ná ekki að, já, einn bolti hefði ekki dottið inn í viðbót, bara, já, svo fannst mér Elli geta, keyrt aðeins tempóið meira upp, mér fannst, hann var bara spildur svolítið upp í hendunar á þeim, ég veit ekki hvort hann var með samvinskupið að gefa þeim rauðspjald eða whatever, skilur við bara, fyrir mér svona litli hlutir, þeir pirra okkur og sérstaklega þegar við erum manni fleiri og viljum keyra tempóið hátt upp, hafa, já, tempóið hátt, þannig að, já, þetta var fín frammistaða hjá okkur en það erum við með gæðin til þess að koma með svona frammistöður en við höfum bara að vinna þennan leik, þetta er ekki flóknara það. Eftir þetta tap á móti Fram í bikarnum, hvað gerðist hjá K? Við bara tókum okkur saman í andlitinu, þetta var ekki flóknara það. Við höfum bara hver og einn leikmaður að líta í spegil og við fórum bara í grunninn, það er eina sem við þurftum að gera. Við vorum byrjar að líta of stórt á okkur, þetta er svipað og mörg lið hafa lent í. Við erum bestir, og svo erum við verstir þegar við erum sjálfum okkur vestir. Þetta er bara grunnvinnan, bara menn þurfa að hlaupa tilbaka, menn þurfa að sinna varnarvinnunni og ef við sinnum varnarvinnunni þá vinnum við boltann í betri stöðum, hærra á vellinum og getum, þá skorum við fleiri mörk. Þetta segir sig sjálft og við bara gleymum þessu, ætlum að vera einhver lúxusleikmenn og K er bara ekki þannig félag. Við þurfum að leggja inn vinnuna. Takk fyrir þetta, Ívar. Takk sem